Ég heiti Thelma Hrund Helgadóttir, ég er 14 ára og ég hef fimleika með Keflavík. Bring the beat in. Hvernig kom það til að þú byrjar að æfa fimleika? Ég byrjaði í körfubolta og fimleikum og mér líkaði bara betur við fimleika. Þannig að ég bara ákvað bara að byrja og fannst það mjög gaman. Þannig að, já. Hvað svona heillar þig mest við fimleika? Bara liðleikinn og styrkurinn og þolið sem þú þarft að hafa. Þú þarft svolítið mikið að gera af því, að svona æfingu fyrir það. Og það er bara allt saman við þetta er bara mjög skemmtilegt og allt. Hvernig svona undirbyrðið þig fyrir fimleika mót? Við erum allar með svona æfingar á áhöldunum og við gerum bara æfingarnar stanslaust aftur og aftur og aftur. Við gerum mikið af þreki og bara æfingin skapar meistarann, það er einu sem við hugsa æfingum. Hvað er svona leiðilegast við æfingar í fimleikum? Þegar þjálfarinn hlustar ekki á mann, það er bara það leiðilegasta sem getur gerst. Hann er kannski að tala við marga í einu og hann getur ekki hugsað svona mikið í einu og síðan finnst mér líka ekki gaman að tvíslá. En skemmtilegasta yfir allt? Það er klárlega sláinn og bara svona að vera með vinkonum og allt saman bara, allt við það. Áttu þér einhver markmið í framtíðinni eða fimleikum bara? Bara komast þess langt og ég mögulega get. Bara reyna bara ná bara, já, eins langt og ég get. Hvað æfirðu mikið af viku, svona bara yfir heildina alla vikunni í fimleikum? Það eru 15 til 18 tímar. Við erum 5 sinnum í viku í 3 tíma og stundum erum við á aukaæfingu sem er svona trampólínæfing. Hvernig nýtast fimleika þér í svona daglegu lífi bara? Ábyggilega liðleikinn og bara, já, þú þarft að vera mjög einbeittur í fimleikum þannig að þá færðu svona æfinguna við þetta allt og liðleikinn náttúrulega hjálpar þig bara voðalega mikið. Þannig að ég myndi segja það. Hver er uppáhaldsgreinin í fimleikum? Slá. Já, það er bara uppáhaldið mitt. Hvernig er svona félagsskapurinn í fimleikum eða svona stemmingin í fimleikum? Bara mjög góð. Hugarðu að mataræðinu þínu svona fyrir fimleikum? Já, eða svona aðalega fyrir mót. Þá byrja ég að hugsa það svona nokkrum dögum fyrir og síðan líka bara borða ástæðanum fyrir æfingu eða eitthvað, borða bara hollt. Hver er fyrirmyndin í íþróttum, bara öllum íþróttum? Nastja Lúkin. Hún er bara best í fimleikum af öllum í heiminum og bara uppáhaldið mitt. Hver er fremsti íþróttamaður bara að þínu mati í heiminum? Usain Bolt. Hver er svona, fylgistu með öðrum íþróttum? Já, svona boltaíþróttum eins og körfubolta og fótbolta og svona. Mér finnst mjög gaman að horfa á það en ég myndi aldrei geta verið í þessu sjálf. Hver er svona uppáhaldsliðin í körfubolta, fótbolta hérna og erlendis? Keflavík og svo fótbolta Liverpool og sem bara, já, þetta er Keflavík. Segðu okkar aðeins frá vinsæla vídeóinu eða myndbandinu sem þið settu á YouTube hérna í þessu fimleikahúsi eða vinkoninu. Það var svolítið fyndið. Við fórum bara á æfingu og sláinn var ekkert vön að vera þannig sko. Heldur þannig að vinkona mín, hún bara ætlaði bara að fara að labba í burtu, reynilega bara út um hurðina. En hún labbaði bara á vegginn og ég veit ekki hvað við lógum lengi yfir þessu. Það var bara ófyndið. Hvað þýddi Thelma, gerðu hljóðið? Ég ger alltaf svona, þetta er á stelpunum og þetta er hann að sigga og ég er svolítið fræg fyrir að gera það, þannig að það var það sem átti að vera. Hvað er uppáhaldsmaturinn? Grjónugrautur. En uppáhalds sjónvarpsþáttur? Friends. En kvikmynd? Kvikmynd. Stykkið. En uppáhalds drykkur? Kristall. Tónlistarmaður? Ég myndi segja að það væri Beyoncé. En skyndibiti? Subway.
nammi. Ég veit ekki alveg, lakkrís myndi ég segja. Uppáhalds svona hlutur. Hlutur, fimleikabólurinn minn. En uppáhalds flík. Fimleikabólurinn minn.